Sinnepsósa, það nú svona það sem mörgum þykir gott. Ég ætla að gera aðeins öðruvísi sinnepsósu. Þessi hérna með hollustunni fyrir mig og þess vegna nota ég sýrðan rjóma. Svo það bara gott magna sýrðan rjóma, bara eins og fólk ætlar sér að nota á sósuna. Það aðal undirstaðan hjá okkur. Það komið gott af því. Ég hérna með smá leyni. Ég ætla að setja smá sinnepsduft. Þegar maður að kaupa sinneps þá eru þau missæt, missúr, missbesk. En þetta rauninni bara múluð sinnepsfræ, svo þetta bara eins og þetta kemur á akrinum. Ég ætla að setja lítið af því og þetta kemur svolítið eftirbragði. Ég set svona þessa sansara hálfu teskeið. Á móti sýrunni í sýrurarjómanum ætla ég að fá aðeins öðruvísi sýru og þess vegna ég með jafnvægt hrísgrjónaeddik. Það bara að ögna því. Þetta sinnepsósa og ég kom með sinnepsduft. Ég ætla að hafa hérna góða franska Dijon sinnepsbragðið. Svo það fyrir hérna svona 1-2 teskeiðar af sinnepi. Það frekar ekkert að bæta við en að taka úr. Sér að kemur svona gul áferð á sósuna sinnepsduftinu þótt að það lítið. Ögn af hvítlauk í olíu sem rauninni bara búin að vinna saman. Það má þess vegna vera saxaður hvítlaukur, skiptir ekki máli. Svo náttúrulega alltaf smá salt, smá pipar og ég ætla að fá að leika með aðeins með þessa sósu að ég ætla að setja smá fest í hana og það ferskur vorlaukur og ég að nota græna hlutan og það mér langar svolítið að fá svona grænan áferð í sósuna, fallegt á móti hvítum litnum. Þetta fer bara út í. Svo ætla ég að fá svona aðeins meiri karakter og það svona smá anísbragð af extragon eða tarragon eða þetta heitir ýmsum nöfnum. Fáfnisgras á íslensku held ég. Það nokkuð lauf af fáfnisgrasi. Þá verður komið svona nýja vingil að sinnepsósunni hjá okkur. Það eina sem við erum eftir að gera er bara þess að smakka hana hvort það vanti eitthvað. Já, ég nokkuð sáttur. Það kemur svona skemmtilegt bragð af hrísgrjónaedikinu sem minnir náttúrulega kannski á sushi. En við erum komið með hérna skemmtilega vingil að nýrri sinnepsósu, svo við segjum bara klárt.